Springa vitlausu hlustendur. Þið eru vitaskuld að hlusta á hlaðvarpið 2 á topnum með blaðamönnunum Oddi Ævari og Tóta sem reyna eiginlega að skipta sér á öllu sem máli skiptir í bíó, sjónvarpi og á streyminu. Þessi þáttur er númer 72 og nú er loks komið að því að við gerum upp aðra vertíð Lord of the Rings of Power. En 8. síðasti þátturinn í þessari umferð skilaði sér á Amazon Prime á 5. 3. október. Þetta er svona, við þurftum að sinna öðrum. Já, mikið í gangi. En við Oddur höfum nú undanfarið vel mikið fyrir okkur hvernig við getum mögulega lyft þessu hlaðvarpi og umræðinni á hærra plan. Og það hefur nú heldur betur tekist, því hingað við fengið sjálfan Egil Helgason til þess að rölta þess með okkur Miðgarð og nærsveitir. Egil, takk fyrir að koma. Takk fyrir. Við getum alltaf réttlægt að þú náttúrulega ert svo mikil bókamaður að allt byggir þetta nú á bók, eða bókum. Ég las Lord of the Rings, held ég að við lesa hana tvisvar. Okay. Fyrst þegar ég er unglingur og svo aftur líklega svona 30. Ok, ég ætla aðeins bara að stoppa og svo var hún nefnilega líka hingað komin aftur, kærastan mín, hún Dóra Björk Guðjónsdóttir, og alls ekki fyrir klíkuskap, heldur er hún sérlegur Lord of the Rings sérfræðingur heimilisins og við höfðum mikið fyrir því að koma litla orkanum okkar í pössund sem geti verið hérna með okkur, en ég veit ekki, ég hef náttúrulega alltaf búin að vinna heimavinnu með nóturinn, ég þarf kannski ekkert að gera þegar ég verið með Egil og Dóru hérna. Nei, það er nokkuð það. Já, takk fyrir að fá mig. En takk fyrir að nenn að koma. Já, segðu okkur frá Egil. Já, ég sem sagt las, þetta er náttúrulega svolítið merkilegt aðdragandi að þessu, þessi Lord of the Rings bálkur, hann kveikir svona óbúslega í hippunum. Og það var hippakommúna hérna í bænum sem var að þýða þetta alveg árum saman. Varð ekkert óbúslega ágætt, það var frændi minn Eysteinn Björnsson, varð ekkert óbúslega ágætt, en þau lágu yfir þessu stúderaðu þennan heim og svo náttúrulega kemur þetta mér sér fyrir í texta hjá Led Zeppelin. Þar er in the darkest part of Mordor eða eitthvað svona sungið þetta var ægilega, þetta springur svo út í hippa heimnum og ég náttúrulega kem svona einhvers þar eftir það, en þetta var alveg, maður fór og las þetta, ég eignast þetta á ensku þegar ég er 16 ára og las þetta alveg gegn og þótti þetta alveg óbúslega skemmtilegt og svo las ég þetta aftur 30 og þá þótti mér þetta ennþá skemmtilegt. Svo fór ég aðeins að kíkja á þetta, maður verður náttúrulega minna þolinmóður lesandi eftir því sem að árun svo fór ég að kíkja þetta svolítið aftur þá er þetta ansi miklar langar lýsingar og þetta verður svona pínu þreytandi, ég myndi ekki treysta mig til að brjóðast í gegnum þetta í þriðaskipti en svo er og þetta er allt svona svolítið hátílegt það er smittast allt í svona svolítið viðhafnarstíl og talar ekkert mikið saman, það ávarpar allt á hvort annað svona hátílega en ég verð nú samt að segja það er eitthvað í þessum söguheimi eða þessi söguheimur á eitthvað í mér og þess vegna ég hef hort á þessar myndir og þess að þætti líka Já, ég veit ekki, ég hef alltaf flokkað mig sem nörd og ég var í þessum hópi sem var kallar proffi í grunnskóla í gamla dag og vinir mínir allir voru meiri proffar þeir svona í byrjun menntaskóla áruna, þá lásu þeir þetta allir og ég keypti þetta ég hef svona þykka kilju en ég komst ekkert áfram en Hobbit hendaði mér mjög vel, ég las hana fyrst sem krakki og fannst hún æðisleg Hann er svo stuttur. Já, hann er stuttur og þægilegur. Og svo líka var maður látið lesa hann aftur í ensku í menntaskóla þá var mikið gert úr því að tók ég nefði haft íslenska au-pair-stúlku eitthvað svoleiðis og það var íslensk áhrif og það er þannig? Já, og ég fann það strax út að dverga fóringin þar að Þorinn, þetta er náttúrulega nafni minn, að Þórarinn lítur að vera. Hann var náttúrulega prófessor í Þórn ensku held ég og held ég að hafi þekkt einhverja íslenska fræðimenn og Sigurð Nordal og hann er alveg undir áhrifum í þessum nafngiftum og svo eru kvæðin sem eru svona á einhverjum svona norrænum bragarháttum það er alveg, það úr og grúur af því ég held þetta er ágætis kall Já, við gefum okkur það Já, þú last þetta ekki Ég les þetta eftir að Peter Jackson myndirnar koma út og þá er ég að byrja í menntaskóla þetta er svona 2001, 2002 og það er náttúrulega ekki að vanmeta áhrifin sem að myndirnar höfðu og þá fer einhver svona bylgja af stað sem að eiginlega sér valla fyrir endan á bara í svona gerð fantasíu efnis og við auðvitað erum bara það bara kviknar í okkur að horfa myndirnar því þær eru auðvitað meistaraverk og
og við erum að þræla okkur í gegnum bækurnar og ég í MH og það ennþá svolítið svona, það fræðimanna snobb í MH og hefur alltaf verið og svona, það svolítið gott að geta lesið leiðilega bækur sem ágætt af því að það alveg draugleiðilegar okkur fannst maður að berjast við þessa tilfinningu allan tíman að þetta ekki aksjónpakkin sem að myndirnar matreitu ofan í mann en á sama tíma að þá lærði maður svolítið, maður þroskast af því að lesa þetta náttúrulega svolítið svona flókin enska og að lesa fantasy og svona textans vegna og taka þessu svona eins og það af því að eins og þú varst að segja það hátíðleikinn og þau bara stundum bresta persónurnar í söng og vísur og þær ekkert stuttar og mikið talaði bundnu máli og svo koma þessar svona svolítið kannski illskiljanlega senur sem ekkert að drífa plottibellinis áfram eins og Tumi Bumbaldi sem kemur nú fram í nýju seríunni þannig að já, þetta var þroskan nema maður kunna meta þetta ég held að sé, maður verður að læra að lesa leiðilega bækur ég rak mig á þetta ég las þetta þegar myndina kom út þá var ég alltaf ungur ég var svona 8 ára eitthvað og var að reyna að lesa það gekk ekkert sérlega vel og ég man alltaf eftir þegar ég las þetta fyrst ég bara skildi ekki okkur sögurþráðunum fyrstu bókinu var bara allt öðru, það var miklu meiri gangi Tumi Bumbaldi, þeir festast þarna í fornaskói sem bara eitthvað sögurþráð sem var bara algjörlega hent út í myndin. Já, það Peter Jackson að henda heilmiklu út hann að gera mikla breytingar á sögurþræðinum sem athyglisvert að því nú einhvern veginn verið að umgangast þær myndir eins og þær séu miklu nær upphafstekstanum heldur en þetta nýja efni sem svolítið sérstakt en það nú annað En þættirnir þú ert að horfa á báðar Já ég veit að þessi þættir að fengi alveg hraksmánulega dóma og þú veist allir óbúslega fílar og finnst þetta alveg ömurlegt og þetta verið hægt í gang og svo leiðis ég hef haft bara mjög gaman þessum þáttum og mér finnst þeir miklu betri og skemmtilegri en Hobbitamyndirnar Oh my god, já. Mér finnst nefnilega svolítið skemmtileg persónusköpun í þeim það sem að einhvern veginn kveikir í mér og það náttúrulega aðalega þessi persóna Saurons, það kemur hann byrtist þarna allt í hennu í einhvern náungi sem heitir Halbrand, hann ógeðslega sætur og virkalega næs og svo fer maður að fá einhverja smá hann svona, en lengi framan og þá hann að tala hann vilji sætta alla og búa til allir geti lifað þarna saman og aðal kvempsögu henni bálskotin í honum og svona þeir að þróa þessa persónum bara mjög hægt og hann bara frekar viðkunnulegu lengi og það ekki fyrir þegar líður á seríu 2 að hann fyrir að kasta gríminu alveglega og maður spyr sig, hann að kasta gríminu vegna þess að hann hefur alltaf verið svona vondur eða eru aðstæðarnar eitthvað að gera hann verri en svo náttúrulega kemur ljós að hann sprottin upp af einhverju svona forneskjulegri ilsku og allt það, en ég verð að segja að mér finnst þessi þróun þessara persónu alveg óbáslega förvöldnileg og eiginlega bara alveg æðislega. Já, hann eiginlega frábær og það byrja að tala út í stóra heimi að hann allavega svona þessa myndir þá þetta bara besti sjónvarskúrkur sem maður hefur sérst í háa hennars tíð Nákvæmlega og bara nefndur bara svona leið og hann Gustavo Fring í Breaking Bad og Joffrey kvikindið þarna í Game of Thrones en hann líka svo líka erum við tala það þarna allavega þá sé eiginlega verið að leiðrétta stælan í Jackson sem breytti honum bara í þetta auga því að Sauron miklu meira heldur en bara eitthvað allsjáandi auga þannig að hann þarna bara að vera miklu meiri persóna hann ópersónulegt illmenni í bæði bókunum og í myndum Jacksons hérna verður hann persónulegur og við vitum miklu meira nú á tímum psykopata heldur en Tolkien nokkuð tíma vissi og svona hvernig psykopatar brjóta niður fólk gaslýsingar og það sést svo listilega vel, það gert frábærlega og það heldur upp í seríunni að mínum mati. Algjörlega. Já, hvernig það fer með hann Celebrimbor. Sauron maður, gæin sem fann upp gaslýsinguna og bara fullkomna þetta ótrúlega vel gaslýst Svo finnst mér rosa forvitnileg sagan af það sem mér hefur alltaf finnst einn veikleiki þessara bóka það eru hvað þetta ofsalega
sumir eru alveg opbúslega vondir og sumir eru eiginlega alveg opbúslega góðir og hérna góðu, það degi ekkit opbúslega mikið til þessi Lord of the Rings, þeir lifa eiginlega flestir af góðu gæðarnir en orkarnir eru svo þetta svolítið rasist, þeir eru ógeðslega svartir og ljótur með ljóta tennur og allt það en þannig er komið sko illmenni sem er bara fallegt og virkar svona göfugt og ég meina að gæin er alveg óbúslega sætur en við erum ennþá samt með þennan veikleika sko að orkarnir eru það er svolítið auðvelt að brytja þá niður og svona sko þeir eru ekkit sérstaklega þeir reyndu eitthvað að manngera það samt í þessari séri þeir gera það í þessari séri aðeins meira en áður það er að mínu mati eiginlega eitt að sterkasta við þessa þætti og þetta er bara ákveðið hugrekki verði ég að segja en það er með þessi þetta benda á að þarna eru orkarnir undir fórustu persónu sem er líka áhugaverð mjög, við eigum eftir að koma inn á hann Adar hann er bara sjúklega áhugaverður líka hann er brjálæðislega áhugaverður og hann er óvinnur Saurons orkarnir eru í rauninni óvinnir Saurons, kemur ljós og Adar er í rauninni hann er álfur í rauninni en hann er samt ekki, hann er spiltur álfur og hann er undir áhrifum Morgoths ekki, hann fer nær miklu lengra aftur í tíman heldur en Sauron og þessir atburðir hann er einn af fyrstu álfunum sem er spilt og frá þeim eru orkarnir komnir það er náttúrulega bara við erum að reyna að hafa heimil á þetta sko, en hún er svo hrifin af Adar ég er búin að sitja hérna 8 kvöld og hlusta á hvað Adar sé sexy og heitur þetta er bara mjög flott persóna mjög skiptum leikara hvað fannst ykkur það nýja leikara? Mér finnst þetta báði góðir bara ég áttaði mig ekki á þessu fyrir að ég las þetta og sagt þetta ég áttaði mig ekki á þessu heldur og það var mér ég sá þetta heldur fyrst á okkurum svona Rings of Power hóp á Facebook það sem að gremju liði var komið og var að tala algjörlega óþekktu leikari sem að leika hann í fyrirserinni hann er bara með góðan umbóðsmann hefur bara forðað sér bara úr þessum umulegu þáttum þessi hann glansar alveg í seinni hálfleiknum sko. Ég vil meina að þarna kristallast þetta vandamál og sem er kannski líka svolítið vandamál í bókunum eða ég veit ekki, kannski ekki svo mjög en að því að álfarnir eru ekkert sérstaklega skemmtilegir í eðli sínu ef maður ímyndar sér fólk sem í rauninni gerir afskaplega lítið annað heldur en að syngja fara með ljóð elska trén, horfa á stjörnurnar bara og vera ofsalega fallegt og bara eru ofsalega líka svolítið hrókafullir svona góði með en að vera manneskja þetta í návist þessa fólks maður er eins og eitthvað Windows 95 innan einhvern Linux bara þetta hlýtur að vera hræðilegt að vera bara mannlegur Adar er svolítið eins og Sauron þá hann finnst mér vera flóknari persóna en maður sér yfirleitt hjá Tolkien mjög flóknari persónar eru ekkert mjög flóknar og þetta er náttúrulega þessa persónar eru að vissu leyti hugveit þeirra sem þeir fara í svona eitthvað hitt og þetta sem Tolkien skrifaði þeir eru náttúrulega að skrifa þetta líka sjálfur það verður að þróa þetta áfram ég finnst að í rauninni þetta er það sem að gera seríuna af því að það er ekki hægt að það hefði ekki verið hægt að gera þetta einungis á frumtextanum og svo er líka annað að þeir hefði ekki einu svona aðgang að frumtextanum en það var það vantar inn í baksöguna og það háir handritinu en þeir fengi eitthvað svona aðeins meira leyfi í þessari seríu þeir fengi leyfi til þess að nota þetta nafn Annatar sem að Sauron nota til þess að plata Celebrimbor þannig að eins og þið séu svona alltaf hægt og bítandi að fá aðeins meiri réttindi sko en það vantar heilmikið þeir eru ekki með Silmarillin og hvað var það meira sem það er Unfinished Tales og það eru mjög mikilvæg rit þetta er rétt appendixin í Hringadróttursögu sem þeir eru að vinna þetta upp úr það gefur náttúrulega líka skaldalegu í rauninni þetta fáið svigrum til þess að kannski breiðaleik og skálda eitthvað að þessu leiti hefur það heppnast mjög vel en svo fyrst mér vera veikleikar í sögunum Gandalf og Harfoots það eru svona ákveðni veikleikar þó það er ekki alls slæmt og sama með Númenor að það er aðeins farið að ná sér á strik í annari seríu en það er samt svona ekki það sem maður hlakkaði til Elínis ég líka mér leittist mest yfir Númenor suðurþrenn þá ég var alltaf býða eftir álunum og Sauron, ég vildi alltaf bara fá að vita hvað Sauron var að gera
Þetta er náttúrulega ráðist í þetta miklu metna að segja svona stóra sögu og náttúrulega alla þessa seríu, þetta er, hvað er ekki svona 8-9 sögursvið sko, sem að framöndan er með misröð og náttúrulega þá fá náttúrulega minna og kannski minni dýpt í einhverja personur, ég sá nú einhver sagði hérna, ef þessi sería 2 hefði bara snúist Celebrimbor og Sauron og hérna námurnar í Moria, þá þetta verið geggjastöf sko. Algjörlega. En það er náttúrulega heldur ekki hægt bara að sleppa hinu sko. Nei, og svo er náttúrulega hitt að verða eitthvað sko, þetta er náttúrulega, við erum ægilega lengi að fatta hvað er hlutverk sko Ísildurs og Elund þeir sem hafa lesið þessa bálka þeir náttúrulega þekkja þessar personur en við erum mjög lengi að fá að vita hvað við vitum eiginlega ekki ennþá til hvers þeir eru þarna sko. Nefnilega. Nei, og það vantar allan bakgrunn og það vantar upp á svona skýringarnar eins og af hverju Elendil og Ísildur er í þessari stöðu. Já, þetta faithful. Elendil ekki, já, Elendil faðir Ísildur og þeir eru hluti af hópi sem að er kallaður The Faithful í Númenor sem að þýðir að þeir eru ennþá trúaðir á Eru Ilúvatar sem að skapari alls sem er Guð í rauninni meðan valdaelitan í Númenor hefur mist trúna og eru í fjandskapi álfana og það er það sem verður til þess að Númenor fellur á endanum en þetta kemst ekki til skila og þeir hafa ekki, ég held að það sé að því að þeir hafa ekki aðgangaði, þeir þurfa að fara eitthvað eins og köttur í kringum heitan graut sko, að það tekst ekki að þetta skýrum að þetta sem heitir Estate Tolkien sem liggur á þessum svo ormur og gulli sem var bara vitni í þetta nánast. Ég er samt svona hrifinn af þessum Elendil, hann er svona old school gegn heill góði gæin og hann er að vinna á í annar serju og jafnvel Ísildur líka en öll þessi atriði eins og þeir svíkja The Faithfuls og svona það er ekki hægt að sko vera einhvern veginn invested, hvernig segir maður það er ekki hægt að spá eitthvað í þessu maður skilur þetta ekki alveg, svona út af hvað þetta gengur af hverju þau voru í þessum fjandskap við Galadriel það er náttúrulega í fyrstu serju en þá er það einmitt bara þessi djúpstæði fjandskapur og öfundsýki við álfana af því að Númenor voru svo hrókafullir að þeir vildu fá hið eilífa líf álfana og lenda upp á kant og líka bara einhvern veginn að þegar maður er svo vanur svona Game of Thrones HBO-seríum sem er svona rosa mikið drama og svona alvöru svik og eitthvað svona og svo þegar maður sá þetta mér er bara eins og þetta var eitthvað barnabækur sko. Framöndan er náttúrulega sko, hún er náttúrulega býsna hæg og það er verið að þróa hugmyndirnar mjög hægt og það kannski fólk sættir sig ekki alveg við það og við erum, það er rosalega langur tími búin að líða frá því að það sem augljóslega verður Gandalf byrtist þangað til að hann er að verða það sem hann er, ég meina þetta er mjög langt og ég skal alveg ekki að mér finnst þarna litlu Hobbitanir grílin ég finnst þið ekkert opbúslega skemmtileg sko. Nei, þau voru svolítið að gera mér lífilegt ég get ekki neitað því fínubúring en mér finnst það alltaf leið og og það kemur allt og svo er náttúrulega þessi illi kall sem að við höfum kannski vilja sjá meira á honum það ertu með Séran Hænz sem er bara geggjaðasti leikari í heimi En finnst ykkur hann ekki svolítið kampi? Svona búningurinn og svona finnst ykkur ekki svolítið svona en þetta var svolítið eins og Christopher Lee þegar hann var að leika í það eru margir sem segja að þetta sé nú bara Saruman það er mikið verið að velta sér upp úr því en það eru ykkur 2 aðrir galdrakallar sem er aldrei nefndir ykkur bláu galdrakallar hann geti verið annar af þeim og eitthvað það má alveg það má alveg vera þú veist eitthvað sem maður veit ekki en þetta lofar alveg góðu þess vegna er ég veit ekki ég sá eitthvað um að þeir eru svona canceler eða eitthvað og ég verð bara að segja bara eins og ég verð að bara missa allavega svona sæmilegan fjölskylduvinn þegar ég heyrði það en ég held að það sé nú því sé nú hálfpartinn afstýrt þeir eru búin að sláða algjörlega út af borðinu þeir segja bara við erum að reka fyrirtæki og þetta er business þetta er vinsælasti þátturinn okkar þetta verða 5 seríur það er nefnilega alltaf að koma til en það hefði verið gríðaleg vonbrigði það hefði
óbóðslega mikið farið til hinskis ef ég hefði verið kanslera. Nei, það talaði um að það sé 34 þættir eftir. En sko í lok fyrstu sérina þá hefði mér eiginlega verið alveg sama þó þetta myndi ekki halda áfram. En ég er núna orðin svolítið bara svona húgt, sko, að ég vil meira og vil sjá hvernig þetta rúlar áfram, sko. Algjörlega, sko. En þeir vilja meina hjá Amazon að það séu nú margir búnir að horfa á samanlagt þessar 2 seríur og svo líka náttúrulega búið að setja svo gríðarlega pening í þetta. Það væri líka, sko, svolítið galið að hætta bara, þú veist, þú verður að reyna svakalega pródusjón. Og mjög fallegt, þetta ofboðslega fallegt, það er mjög vel í lagt, sko. En svo kemur svona eitthvað inn á milli, sko, eitthvað svona atriði einmitt eins og hann galdrakallinn og svo allt partíð með dvergunum og svona sem að þá þú veist, þetta leiðir sér að vera fyndið og svona taka sér, þú veist, en svo þetta takir sér opbóðslega alvarlega og svo tekur þetta sér ekki mjög alvarlega. Hvað fannst við höfum eiginlega ekki talað um dvergana mitt? Já, þeir gleymast hérna hjá okkur. Það er skemmtilegt. Það var allt í lagi. Það var skemmtilega týpur og það er alltaf eitthvað heillandi við þetta, hvað heitir þetta? Kassadúm, já. Og ballrokkurinn, ég er svolítið hérna honum. Já, við vitum alltaf af hinnu að þetta fer ekkit vel á endanum hjá þeim, sko. Nei. En svo var hún bent á að því að þessi Stranger sem að í fyrstu seríu þá var fólk svolítið að skoppa á milli, þetta er Gandalf, þetta er Sauron, sko. Það var öll umræðin í fyrstu seríu. Hver var þetta? Svo nú allir var við tekin að því að þetta er Gandalf og þá vil nú spakir menn meina að þau séu búin að skapa sér meiri á þetta vandræði. Í 3. seríu og fram úr þá þarf bara þessi Gandalf að vera jafn sjarmerandi og flottur og Ian McKellen og það getur orðið svolítið hann er aðeins farin að verða meiri Gandalf eftir því sem álíður en hann var ansi langt frá því þarna upphaflega og það er ansi langur tími sem líður þar sem hann er fullkomlega vanvirkur, hann getur einhvern veginn ekkert og hann getur ekkert gert og það er svona, það er frústrerandi. Og ég einmitt svona settið smá svona, mér var smá skrítið hvernig Tumi Bumbaldi var skrifaður í þessari seríu, að því í bókinni þá var hún bara algjörlega sama allt, sko. Hann er bara svona einhver hippi, sko. Já, bara svona algjör hippi svona hippatýpa. Nefnilega, sko. Og hann var aðeins svo alvarlegur í þessum þætti, sko. Já, kenningin ég held að ein útbreidd kenning sé að hann sé í rauninni svona persónugerfing bara höfundanir sjálfs, að hann sé bara prófessorinn einhver staðgengill hans, eða þá að hann sé hreinlega Eru Ilúvatar, bara skapari himins og jarðar, hreinlega, já. Hann er bara fróðu með það. Ég kem hérna bara á full eitthvað að hans að vita nokkuð skapa saman ég. Já, nei, ég en ég sko, svo er náttúrulega Lord of the Rings serían. Ég man sko þegar ég fór bara frumsýningu hérna heima þegar fyrsta myndinni sínd, ég var svo spenntur og þetta var náttúrulega hæpað upp og bara alveg sko ný tegund af kvikmyndagerð og þetta er alveg, þessar 3 myndir er náttúrulega bara ótrúlega flottar, sko. Það var ekki þetta neita því, það eru bara og en svo koma þessar hobbitamyndir og ég horfði aftur á þær daginn og Kári svona var að hrista hausinn, hvað er þetta að gera með að eyða tímaðinu og þær eru alveg svaka. Já, og svo ég verð nú bara að játa á mig, ég hef bara séð fyrstu hún er langt skást svo er mikið djöflast í mér, ég verð að horfa á allir ekki 2, ekki Benedict Cumberbatch þar að tala fyrir Smaug Smegin. En ég var bara reiður, sko, þegar ég frétti að þetta var 3 myndir, þegar þarna var stutta bókin mín úr Mentó bara tegð þarna. Þau eru bara allt of löt við allt saman. Þetta var bara þetta var eitthvað, sko, það er einhver saga á bakvið þetta og Peter Jackson hafði ekki stjórn á pródúksjóninni og það kom virkilega niður á myndunum og það var einhver krafa það átt að gera meira úr þessu eða greinilega átt að gera búa til 3 gullgæsir úr einni. Það var mjög augljóst. Ég meina að þetta var bara eins og að vera að horfa okkur tölvuleik. Já, ég veit. Já, þetta var bara ekki að keppi sem er deild, sko. Orkarnir voru allir svona eins og einhverjir teiknimyndakarakter. Þeir eru miklu flottar í þessum þáttum. Þeir eru rosalega flottir í þáttunum. Ég er mjög ánægð með orkana einmitt í þessum seríum, sérstaklega bara núna, af því að þeir einmitt fá að við sjáum svona nýja hliðar á orkunum og mér finnst það að vera bara einn sterkasti punkturinn í þessari seríu, af því að þetta er eins og við komum inn á, af því að þetta er svolítið rasíst. Þetta er auðvitað svona badsist tíma, þetta er aldrei erfitt fyrir okkur að einhver einn kynþáttur er bara
er bara hræðilegur og allir sem er á mótið þeim eru óbúslega svona hvítur og fallegir já, og bara einhvern veginn ekkert þetta að gera og þeir eru bara skelfilegir og hérna og bara og that's that sko en hérna þarna sjáum við að það er hérna þarna verða þær áhugaverðir þú veit nú alltaf eitthvað höll svona undir hið illa hún er alltaf dástæði þessi verkfræðingar og klárir í hernaði með tækin og tólin sín þeir eru með svona maskínur já, þeir geta eitt borgum og svona með trébúsjætti þetta er svolítið stórfenglegt já, þeir voru með trébúsjætti einhverja maskínur sem að sko, hún húkar sig inn í steinana í hérna borgarvegnum og svo býrðu til spennu og þá kippir þeim út ég hef ekki séð þetta þetta er alltaf áhugavert því ég var nú að lesa bara einhverja miðaldasögu og eiginlega öll stríð á löngu tímabili eru umsátur borgir Kastalavöldin þetta er bara óbúslega forveitlegt fyrirbæri það er ekkert fyrir miklu lengra menn sko, það er kannski fornöld og svo miklu síðar að menn fara að mæta sko, með heri bara sem lístur saman á viðvillir það eru fallbyssutnar í rauninni það er fallbyssutnar en þá er rauninni bara ákveð að mætast á viðvillinum í staðin fyrir að eyðileggja eignir og þannig eru þau komnir en þannig eru þau með allar þennan búna þetta er mjög alltaf en orkarnir ég hafa náttúrulega í rauninni svona að vissuleiti sköpunargáfu álfana en sem er bara hérna, sem er svolítið kvikindisleg sko. Svo vakti það sérstaka athygli að þarna sjáum við loksins kvenkinsorka og barn þeir eignast börn það voru margir sem voru brjálæðir yfir því á netinu sko. þá kom bara í ljós að það er eitthvað í frumtextanum er ekki að finna eitthvað það er í frumtextanum Tolkien skrifaði þannig þeir fjölga sér bara eins og allir aðrir og fjölga sér mjög mikið því það er mjög mikið til að þeim en hérna, ég skildi fyrst ekki af hverju þetta fór svona fyrir brjóstið á fólki en þarna kom menningastríðið að því að með því að sína hérna, kvenkins orka barnið að það er svona vók sem að ég skil ekki sko. Og þessi seria, hún þykir vók eða ekki? Hún þykir enda vók Reiðaliðið Þetta er svo furðulegt sko. en hérna, þá átti þetta að vera eitthvað hérna, til þess fallið að gera orkana mennska þá hefur við að fara að vorkjana þeim eitthvað bla bla bla, ég meina þú veist, þetta er bara flækjust í, þarna verða þeir áhugaverðir auðvitað eru þeir umkunnaverðir en hérna þarna kristallast svona kannski þessi manngerð sem að þolir ekki gráusvæðin sem er svona einkennandi fyrir fólk svona á hérna sem er svona ekstrím í pólitíkinni að það þolir ekki vafa svona einselgæja ég er nýbúin að læra okkur er mjög tíðandi þá þeir eru náttúrulega dóminara hérna ENDB hérna kveikmyndir, það er þeir sem er að gefa einhvern þeir eru svolítið mikið á netinu þeir eru sennilega að fara stór skada bara sko allan bransan og bara sköpunna því að svo er alltaf framleiðendurnir og höfundar að laga sig að þeim svo þeir verði ekki reiðir að því að þá bara hrýnir aðsóknin og áhorfið sko. Þessu tengist þessi alveg það er umræði tölvuleika heiminum þeir eru bara tölvuleika fyrirtæki eru að hætta búa til nýja tölvuleiki þetta er bara orðið mikið bara vandamál sko. Bara, það er eitthvað svona sköpunar það er eitthvað svona alls konar dæmi það er líka bara svona, þú treysta sér bara ekki til þess að bara búa til neitt nýtt sko. Þannig að það bara gerst ekkert það er bara að vera að endurgera nýja leiki í stöðu því að viðtökurnar eru svo erfiðar þetta er bara, það er mitt bara, við veit ekki hvort að sko, fólk muni kaupa þetta sko. Þessi samtíma menning er farin að vinna bara aktíft gegn sköpunargáfu basically sko. Þetta er mjög skrítið tíma þetta er mjög merkilegt kannski sérstaklega slæmt þetta ég með gruna nú að þetta sé alltaf bara hávær minnihluti sem hefur ótrúlega völd með sko bara sko eyðileggja bókhaldið hjá einhverjum stúdíóum með einhverjum spammi, þetta er náttúrulega galið. Eru þið búin að sjá Jokerinn það fólið að dau? Já. Þið eru búin að taka hana fyrir? Já, var hann ekki síðast? Var ekki þess að? Jú, það var síðast eftir, jú. Það er svakalegt áfatt bara fyrir iðnaðinn. Já. Þetta er rosalega fyrir hennar Warner Brothers kvikmynda verið, þetta er bara þetta er skrítin mynd, hún er svona hvorki fullni fiskur var það ekki? Já, mér finnst hún alltaf í lagi Já, þú veist mér finnst hún alltaf í lagi á einhverjum sko forsendum sem hún gefur sér sjálf ekki sem eitthvað framhald af þessari, ég held að veil sem saman hún er hressilega ofmetin fyrir Joker-myndin sko. Og þannig að ég var ekkert gapandi að hrifningu henni þannig að þessi særði mig ekki neitt sko. Nei, en fólk bara gengur út í bíó og vill ekki fara á hann bara út af þessu
Þetta eitthvað alltaf svona sterkar tilfinningar sem eru í gangi út af skemmtiefni. Ég held að fólk þurfa að fókusera meira á eitthvað annað. Þetta vandar okkur, sonur minn í Boston og hann fór og keypti, hann nú svolítið nörd, hann keypti svona meðlinskort í AMC bíóunum, bíókeðinni og þá fær hann getur uppgreita sig í stóran popp eitthvað lítra kóki og eitthvað svona, en svo eru bara enga myndir að koma, það bara ekkert til að eitthvað myndum Reagan og svo myndum Trump og svo einhverja kristilegar myndir líka og þetta er svona fjölsala bíó og svo kemur þessi og þetta bara samkvæmt honum þá þetta bara neyðarástand í svona bíó. Þetta svo merkilegt. Þetta kannski skýrir hvað það þetta mikið af gamlum klassískum í bíó og Oddur, þú varst nú að sjá Empire Strikes Back og Star Wars í fyrsta skipti í bíó. Það var geðvægt. Og voru einhverju kunningjar minni að sjá Lawrence of Arabia bara í gæra fyrir þetta. Þetta var frábært tækifæri, en ég held að bíóum var orðin eitthvað svona peppuð og svona nostalgísk, en þá var þetta kannski bara að villir nöðsyn. Við erum bara eitthvað, það endalaust verið að hjakkast í einhverju nostalgíu og endurgerðir og einmitt að það eitthvað sem að vinnur gegn því að eitthvað nýtt sé skapa sem bara mjög neikvætt, þetta áhyggjuefni. En myndin með henni Demi Moore, erum við búin að sjá hana sem fólk á nýju öngvit og æla Oddur er að fara í kvöld. Já, ég ætla að sjá hana en viðkvæmur en mann eftir þessu umræði þarna í kringum Exorcist 73 sko. Ég mjög viðkvæmur sko. Já, en ég trúi ekki að Þetta eitthvað svona mikið body svona ógeð. En fólk orðið afskaplega ónæmt fyrir ofbeldi vil ég meina sko, og það var líka eitt sem að háði sko fyrstu seríunni af Rings of Power fannst mér að mér fannst hún vera svolítið ofbeldisfull sko. Það var mjög mikil ógn sem að stóð af orkunum og illu öflunum sko, án þess einhvern veginn að það væri svona eðlilegt mótvægi við það. Einhver að tengja við það? Já, þeir ekki bara þarna þjást sko í skugga Game of Thrones sem alltaf var vaðandi klámi og viðbjóði og reyna að vera einhvers staðar í námunda við það ég held það nefnilega að það sé verið að einhvern veginn að spila þetta að það mikið ofbeldi en það ekki persónusköpun og svona persónurnar sem að maður tengi við og lætur sér þau ekki að væntum sem eðlilegt mótvægi við það en þeir eru aðeins farnir að ná því í annarri seríu og það lokaórustan er frábær, finnst mér. Hvað finnst? Algjörlega. Ég sammála því. Já, þar voru líka að sá við svona vísun í, var ekki dauða Boromir, það var svolítið verið að svona gera persónur að nálapúðum alveg með örva drífu. Já, þessi kvenkins álfur sem var að skjóta örfunum og það mjög flott hvernig hún fer niður og það eru líka ákveðna vísanir í orustuna við Hjálmstýpi í Two Towers sko, en það en þetta samt mjög ólíkt, þetta ekki alveg svona það ekki svona sama vonin, þetta svolítið verri staða að mörgu leyti og það kannski líka svona, þetta ekki jafn lighthearted, þetta svona þyngra. En það liggur nú alveg fyrir Galadriel sko bara nokkuð spennandi persóna sko. Við verðum að ræða Galadriel. Þessi álfa mær sem að einhvern veginn, það augljóst og við vitum ekki alveg hvernig, eða það svona smátt að koma hvernig illa hefur komist inn undir hann og það meðal annars vegna þess að hún hefur sko ræktað í svo mikla heift og reiði, hún getur ekki hægt, hún getur ekki sleppt. Hún náttúrulega, hún bara ansi vel skrifið persóna. Hún ansi vel skrifið, en hún engin mær, hún mörg þúsund ára gömul og hún kynslóð, það eitt sko, hún kynslóð eldri heldur en Celebrimbor og Gil-galad og hún Svo er hún alltaf aftur 1000 árum síðar eða hvað í og hún búin að vera lengi sko, og það líka eitt með álfana því að sko þótt að ég sé alveg þetta eru fínir leikarar sko, ég ætla ekki að fara að vera ykkur insel og fara að fá brjálæðiskast yfir því að hlutinni sé ekki nákvæmlega eins og ég hefði viljað á en það ekki nægilega þið kemst ekki nægilega vel til skila hvað álfarnir þeir eru ekki menn bara og þeir eru allt öðruvísi þeir eru ómannlegir í þeir verða að vera aldurslausari bara fyrir það fyrsta og það líka eitt sem að mætti kannski gaggrina frá svona jafnréttisjónarmiði að það eins og karlarnir megi sína einkenni aldurs eins og Celebrimbor og Gil-galad en Galadriel alltaf ung og sæt og hún á að vera eldri. Hún eldri en þeir. Hún sko, það er afi Celebrimbors og pabbi Galadrielar sem eru bræður
og hún kynslóð eldri, sko, allavega þetta eru 100-150 ár, eitthvað slið en það hefði þurft að kasta það aðeins öðruvísi, að hafa meiri svona til að skapa svona eðlilegan grundvöll, því hún alltaf stelpa, sko, þetta eru menn á miðjum aldri. Ég hef alltaf tekið hann hún var yngst, sko. Já, hún virkar alltaf yngst og það eins og Elrond sé eldri, ég man reyndar ekki ég held að Elrond sé jafnvel yngri heldur en hún, en hún svona ein af the high elves, af því að hún hefur komið til Valinor og sé ljós Valinor, sem sagt, að virðingaröð álfanna snýst aldrei mikið það, hverjir hafa verið í Valinor og hverjir ekki en en skemmtileg persóna, hún var svolítið límið fyrir mig í fyrir seríunni og þá var hún alltaf svona bara bardagagella í brýninu sinni og þá einmitt gengur nú einselina alveg að göflunum, sko, að það þyrfti endilega að vera kona sem aðal fæterinn, sko, þau geta ekki þólað það. Það við eigum þessu umræð hver einustu seríu líka, sko. Það alltaf einhverju sem eru brjálæðir yfir einhverju það aldrei hægt að gera neitt. Svo sérstætt, sko, svo ég skal hengjum upp á Magnúsliði hefur ekki eins og lesið frumtestan, en það alltaf vitni frumtestan til stuðningsmáli sínu og kröfum, sko. Alveg crazy, ég líka alltaf með að skilja, sko, þú getur ekki sætti við að sé eitthvað breytt er að vera að laga skáldsögu að kvikmynd. En sko, ég held að fólk ger sig ekki grein fyrir því, sko, að frumtextin og frumverkið til staðar og það verður alltaf til staðar í óbreyttri mynd, en sko eins og bara með einhver svona klassísk verk sem eru kvikmyndu og gerða þáttum aftur og aftur og reglulega, þau aldrei eins. Og við verðum að horfa á þetta bara eins og Charles Dickens, einhver Oliver Twist frá 1960 eitthvað ekki eins og Oliver Twist í BBC útgáfu frá 1992 eða ef Oliver Twist endurgerðið fyrir Netflix úr 1900, skilur eitthvað svona, sko. Og samt frumtestin, hann ekkert horfinn. Nei, frumtestin ekkert horfinn. Við erum ekki að missa, við missum ekki uppáhaldið okkar, þótt að það sé öðruvísi, heldur en við hefðum viljað hafa það. En hvað segir sko þessum að mér, sko, maður fer náttúrulega ósjálfrætt, sko, við tölum við Game of Thrones, að þetta náttúrulega, það smittast þarna á myndi, sko, náttúrulega það sem var með sko, Game of Thrones seríuna, sko, sérstaklega framan, sko, það var svo hressandi hvað þetta var blautlegt og hvað þetta var ofbeldisfullt og hvað hann var duglegur að drepa persónur, allir sem voru í aðalhlutur voru bara allt í einu stauðir og einhverjum, sko, farin komin einhver nýrþráður, þetta var. Mér fannst, sko, fyrsta seríin af þessi seríi af Game of Thrones fyrir utan þarna loka seríuna, þetta var náttúrulega alveg geggjustöf. Og það einmitt líka, það var svo mikið af, sko, áhugaverðum góðum persónum, vel leiknum, maður þótti vænt þetta og svo var þetta sallað niður alveg svoleiðis, maður var, sko, kvíðinn. Og ég var alltaf, ég held að dvergurinn minn drepinn, ég var bara alla átt að þætt alla sérnar. Já, hann fekk að halda sér, hann var náttúrulega svo mikið snildar persóna, það var að halda honum, sko. En svo finnst mér, sko, svo kemur þessi spin-off sería núna, House of the Dragon, og þar finnst mér þeim algjörlega bregðast bóðalistin, því mér fannst þar skorti alveg alla dramatíska framvind, þetta var eiginlega bara það sama, upp aftur, sko, drekar að fljúga tilbaka, fram og tilbaka og gerðist bara óbúslega lítið, ég var fyrir miklu vonbrigði með þá seríu og mér hefði fundist, sko, eðlilegt og hún fengi eiginlega útreiðina sem að eins og Power var að fá. Það meiri tolerans fyrir einhvern veginn, það er byggt meiri goodwill þrátt fyrir að síðasta serían hafi gert fólk alveg spinnigal, sko. Og það einmitt skrítið að því með þau, sko, með House of the Dragon, þau hafa alveg úr meira efni þannig að segja, sko, að móða heldur en, þú veist, Lord of the Rings og ekki að díla við sömu vandamálin heldur, sko, ég hafa ekki aðganga að frumtextana. Nei, en ég hef nú marg ítrekkað að sagt í þessum þáttum að stórumurinn finnst mér náttúrulega, það skortir bara jafn djúpar og skemmtilega persónur og leikararnir eru heldur ekki jafn góðir í þessum. Það er einhver hlýja, sko, sem að vantar, þetta er kuldalegt, sko. Og það vantar einhver Tyrion og einhverja Arya Stark og einhver svona að því það allir á gráa svæðinu líka. Það er ekki það samsama sem við neitt þarna sérstaklega. Nei, það er erfiðara. Og svo lendu einmitt. Og svo illmennin ekki ógeðslega vond og við voru í kannski eru aðalpersónurnar og nálægt illmennunum, ég veit það ekki. En svo var þessi sería náttúrulega, hún var eiginlega slitin í sundur þarna undir lokin, sko. Það átti að koma 2 þættir í viðbót. Þetta var bara út af verkföllum og budgetið eitthvað. Er það Rings of Power eða þá er ég að tala um House of the Dragon. Já. En verkfalli hafði ekki áhrif á Rings of Power eða hvað?
Ég sýnist ekki frekar, það var minna sem hitt var sko, tekið upp í Bretland allavega dregarnir sko, það var örgulega fyrir því en var þetta eitthvað reiknaður ekki út að það væri betra að byrja seríu 3 á einhverjum geggjum bardaga frekar en að enda seríu 2, þetta er allt eitthvað svona skrýtnar hérna. Hvað er það að vera margir þættir, vitið það? Það í hérna House of the Dragon þá eiga að vera 4 seríur og Lord of the Rings eiga að vera 5 seríur. Þannig að hérna, eru þið spennt fyrir næstu seríu? Ég er alveg spennt, sko, ég verða vikinni, ég les ekkert svona mikið fantasíubækur eða svona en ég hef gaman, og ég les nefnst aldrei sci-fi bækur, en ég hef rosa gaman af sci-fi og fantasíu í kvikmyndum og svona og hérna, en fjölskylda mín fylgir mér, þau nenni ekkert að horfa á þetta sko, þau eru allstar en hérna, þannig að ég er eiginlega ég nefndi að sopna stundu fyrir hann sjónvarpið sko, hann var svo gamall þannig að þegar maður sopnar með sjónvarpið þá spólar maður aftur þá sér maður eiginlega allt fyrst sko. Það er eiginlega einhvern bónus þannig að ég hef sett búin að skoða það er eins og páður þessi vel sko, bara út af þess ég er spenntari sko, eftir þessa seríu 2 og svo er þetta svona hjá okkur Dóru kynslóðabil er allt í að fara að breyka svo mill okkar þannig að það er svo fátt sem við getum notið að horfa á saman og það er þá helst þetta Rings of Power og House of the Dragon þannig að vera stýrleikar í sambúðinu í 2 ár það er svona langt í þetta Já, varstu ekki að segja það áður? Jú. Það er einmitt fáránlegt. Það sko, hann endist líf til að klára þetta. Við verðum dáin. 5 seríur. Þetta tekur svo langt. 5 seríur, það er nóg eftir. Það var ekkert, það var ekki svona trakteringar hérna á árum ári. Bara $24 eftir bara á ári og ekkert, bara og halda, jú, þeir verið að sketa bóðið fólk upp á það. Að bíða bara og halda okkur bara. Já, maður horfir á þetta auðvitað mun maður horfa á þetta af því að svo eru alls konar pælingar núna hvað er að fara að gerast næst sko, þegar nú er hérna þessir 7 hringar mannarhingar og það er alls konar pælingar hverju verða þú veist, með hringana sko það verður hann hérna Farazón sem er leiðtogi hérna svikaranna í Númenor orðin konungur Númenor og hérna og er það ekki sonur að sann hérna Kemen eða eitthvað sem er alveg hann er svona gaur sem að býður eftir að vera dreppin það eru kenningar upp það hann verði, hann getur verið The Witch King of Angmar eða The Mouth of Sauron munið eftir þeirri persónu og það er eins og spekulasjónur þetta hann er kannski svona dæmi með tvíviðu garð hann var bara einhvern veginn bara skítall alveg skelfileg það var ekkert meira en svo hefur þessi bæði fyrsta serien og svo þessi núna hafa þessi undarlega áhrif á mig ég náttúrulega sá þessar Peter Jackson myndir í bíó spenntur og ég manna ég var nú að sáldraði stjörn mig yfir allar í fréttablaðinu alveg náttúrulega gapanda hrifningu og fór á svona forsýningu allavega á fyrstu myndinu og það var svona stæðilegu maður sem að leitaði á manni sko og teknaði manni símar og svona sem það var ekki að taka þetta upp þetta var lítið alvarlegu mög agalega mikið mál sko og svo voru börnin mín alltaf að horfa á þetta ég var bara hundleiður á þessum myndum bara virkilega leiður á en alltaf eftir ég horfa á klára 1 season á Rings of Power þá kýtla mig eitthvað og horfa aftur á Jackson myndunar og við gerum það nú í fyrra held ég gott og þú varst ekki byrja og ég datt inn í þetta og þá var svona, já þetta er svona gott mér langar svolítið að kíkja á þetta var þetta bara einhverju gæjar lappa já, alveg rétt, við tökum endur áhor kannski bara fyrir jólin eða eitthvað mér langar svolítið að kíkja á þetta í bíó nú sé ég kvikmyndahúsin keppast við að auglýsa sýningar á Lord of the Rings mér langar svolítið ekki hérna jú, þetta á Íslandi sko þetta er, ég er nýkomin úr bíó sko af Star Wars Empire Strikes Back þetta er bara öll kvikmyndahús er að sína gamla myndi núna eins og við vorum að tala sko ég held að Sambíón séu í nóvember og ég held að Smárabíó séu núna í október getur verið auðvitað það er mikil stemning það er bara allt morandi í gömlu myndum í kvikmyndahúsum sko ég held með þess að ég var í desember ég held að Bíóparadís ætla að sína Little Weapon myndina sem að þessi þáttu dregur nafnsitt af hvað þarf eiginlega að gerast í menningunni til þess að við fáum eitthvað nýtt inn þarf að verða efnarsrun eða hvað þetta er stórmerkilegt ástand þarf eitthvað að eiga sér stað það verður kosin aftur og þá snýst heimurinn einhvern veginn svona menningin í heiminum til varnar það verður bara að gerast eitthvað svona þetta er alveg ótrúlega þetta er annarkvort heldur hnyggrunin áfram og bara við förum niður eða náttúrulega það kemur eitthvað
viðnám. Það menningarsagan nú þannig hinga til eiginlega, en ég veit ekki hversu algoritmin og gervigreindin hefur mikil áhrif á þetta, sko. Nei, þú veist, ég veit þetta er ekki töluleiki hérna, sko. En PlayStation 5 leikatölan, það hafa bara engin nýji leiki komið út af þessu tölu. Það er galið, sko. Þú veist, PlayStation 1, PlayStation 2 er bara allt morandi í leikjum. Þú veist, 4 GTA-leikir á PlayStation 2 eða eitthvað, 2 GTA-leikir á PlayStation 3, engin á PlayStation 4, bara er allir að spila saman leikin. Þetta er bara ótrúlega, sko. Nei, mér finnst það, sko, ef við erum komin á það stig, ef þetta er stór hópi fólk sem getur ekki horft í augu við það að orkar eigi börn og allt ungviði þarf ummönnun og að illmenni geta verið góð við börnin sín, getur ekki horft í augu við það flækjust í tilverunni að illmenni eiga að vera ill sama hvað eða nei, ég skil þetta ekki það vantar eitthvað upp á þroskan hjá fólki. Þetta er líka, sko, því að þetta er nú ekkert nýtt eins og svona mafjósar í bíó og sjónvarpi, Tony Soprano og allir fyrir og eftir. Þetta er rosa miklu fjölskyldumenn. Óbúslega andum fjölskyldum svona börni sín þó sko... Nasista voru mjög miklu fjölskyldumenn. Já. Nefnir Hitler hann átti enga fjölskyldu en hann var faðir þjóðarinnar allir einu. Svo reyndar endaði með þeir eitra fyrir börnunum sín. Göbbelsískið. Magda og Jósef. Það voru nú meiri sómahjónum. En það var gríðarlega og þátt að hugsa vel fjölskylduna. Nei, ég meina orkarnir bara, þeir eru þetta elska hvort annan mjög mikið, sko, en svo eru þeir bara í miklum deilum svona sín á milli, sko. Þeir líka. Þeir eru mjög uppkunnaverði. Þegar Sauron drepur hana orkan sem er fjölskylduföðurinn drepur hann einmitt þegar þeir svíkja Adar og hann heldur að hann fái kannski eitthvað fyrir sinns nú. Hann veðjaði á rangan hest en hann er svo yfirkomin af kvíða út af fjölskyldunni sinni að hann fyrir að taka rangar ákvarðanir. Er þetta kunnulegt, Tóti? Já. Að það er erfitt að verða faðir og vera mjög kvíðinn og óttast afdrif konuna sinnar og barnana. Já. Er þetta einhver sem kannast við? Það er bara smá skævokkar. Þú orðar þetta mjög vel, sko. Nei, hann er frábælega leikinn þessi orki og hann er tilfinninganæmur, sko, þú veist, og það er mikill kvíði og hann er heilmikil persóna. Já, hann er sett fram sem svona fjölskyldufæður en að mann er svona nokkuð með saman þessu orka sem heild, þeir eru svolítið svona zombie hryllingsmyndum og sallaði niður en mann er fast náttúrulega þessi þyrfti nú að fá að hafa það, sko. Það var sorglegt, sko, en orkarnir eru svona ólíkir innbyrðis, gæti ég trúa, sko, og þeir eru svona handvaldir, þeir sem eru svona kannski klárari og svona mennskari heldur en aðrir, ég veit það ekki. En Adar er bara yndislegur. Þetta er bara eitt svona því mann eftir allt með gaslýsinguna, hvernig Sauron tókst að plata Celebrimbor sem Anatar, keyptu þetta allt saman eða voru á einhverjum tímapunkti eitthvað svona heyrðu, hvað myndi nú enginn hleypa þessum gæinn. Ég hugsaði þetta smá þegar hann var mætti þarna Sauron, sko, þá var eitthvað svona heyrðu, þú ert búin að fá að vita að þú ert ekki að hleypa Halbrand inn. Það þýðir eiginlega ekkert að vera að hugsa smáatrið í þessari seríu, sko. Mér fannst þetta bara eiginlega mjög sannfærandi fall og ég myndi hugsa að gæti ekki helvíti George Lucas reyndi að gera eitthvað svona í þessu falli Anakins. Þetta mér fannst þetta, ég var alveg bara borð í þessu, sko. Já, hann tekur alveg langa tími þetta líka, sko, þannig að þú veist, þetta verður hvernig hugafarið spillist og svona og svo líka því að maður veit ekki alveg hvað vaki fyrir Sauron, að verður þetta eitthvað svona, það verður eitthvað merkilega dulaföld við þetta, sko. Þetta er bara heimilisofbeldi. Mér finnst þetta góður skaldskapur, sko. Eiginlega allt í kringum Sauron í þessu, finnst mér vera bara vel skrifað og vel hugsað, sko. Og bara býsna djúpt. En ef hann sko brýtur álfana undir vilja sinn, þú veist, fólk á borð við Galadriel og Celebrimbor, þú veist, hvað eiga orkarnir að gera? Þeir bara eiga ekki séns. Þetta gátu þeir ekki varið sig fyrir þessu. Sem mikla samfæringakrafti. Hann er The Deceiver. Hann er blekkjari mikli. Þeirra samræður eftir að Celebrimbor er búin að átta sig á þessu voru líka fast með mjög góðar, sko. Já, það var mjög sterkt. Við erum bara komin að þeirri niðurstöðu að þetta hefur bara verið helviti gott stöð fyrir þetta. Já. Hafið þið talað Planes, Trains and Automobiles? Nei. Það finnst mér vera en vannmettnasta mynd alltaf tíma. Við horfum að hana fyrir jólin. Hún er sínd hér í hún er það í Ameríku, en þú veist, hún fær eitthvað rosa, ekkert nógu góða dóma á IMDb og svona þegar maður enda. Það er fólkir, akkur öllu svona, akkur er nota gamanmyndir ekki að sammælis. Það finnst mér, sko, á IMDb, það er nýttilega ekki saman. Það fá aldrei Óskarsverðlaun en þarna, þetta er bara myndin, finnst mér, sko. Þetta er jólaþáttur. Del Griffith
er einhver stórkostlegasta persóna opaslega harmræð kvikmyndana, hann svo harmræð hann líka svo fyndin og sko, þetta náttúrulega enda ég og Kári sonur minn, við erum sko í svo mjög hrifnir að þessari mynd og okkur finnst hún ekki sko, hún á að vera ennþá hærra uppi bara sem eina helstu myndum kvikmyndasögunar Já, hún örugglega sko vannmetun og vannrækt hann en svona, ég syns hún alltaf að vera að sækja sér veðri sem svona jólamynd þetta er náttúrulega Thanksgiving mynd í Ameríku sko, það komast heim til sinni Thanksgiving hún látin rúla alltaf fyrir jólin þegar við erum að skreita og setja upp jólatrið og svona og þetta er bara yndislegt hann Tóti Gammer hann á DFT ég bara vildi að því minna á þessa kvikmynd sko. það er góð áminning og gamanmyndir almennt sko. já, sem að eru vonandi að eitthvað að fara að skriða tilbaka við höfum nú talað með það og vera bara þurrkur það er nefnilega ótrúlega þurrkur í gamanmyndum svo er maður sko verið að í endurliti það er nú Kári sem fór í þetta allir mikið á sko 80s gamanmyndunum sem var litið mikið niður á hérna einu sinni þetta eru sko snildarverk hvert annað snildarverk af þetta öðrum og svo yndislega problematískar líka sko. þar voru það ekki þá John Hughes, þetta er bara mistar það var luxus að vera sko barn og úlingur á þessum tíma sko bara maður var að sá þetta allt í bíóhöllinni það er ekkert glata gildi sínu sko alls ekki nei, það er svona alltaf að vera að reyna að cancela taka einu og einu út og cancela það þýðir ekkert að ritskoða svona sammála því er það ekki? Eru við ekki bara góð? Jú, þetta er búin frábært Takk ykkur kærlega fyrir komuna frábært að fá okkur háfljúandi umræður rosalega ánægði með þetta Takk fyrir mig Takk fyrir að kíkja á okkur og Dóra mín ég vissi að þú myndir ekki bregðast það er ekki hægt að segja bara analýsa nákvæmlega við þökkum Rekus fyrir að hýsa okkur já, við höfum næstu að gleyma því næstu, ekki ég, glemdi ekki fyrir rosalega vel okkur hérna í fundarherberginu Sönn já, þakkum fyrir það og þáttur næstu viku ætli þú byrjið þá ekki að rekja raunirinn eftir að hafa séð þessa agalegu mynd þarna The Substance jú, ég var ekki búin að æla yfir mig sko, má ég segja einu lítið sögu? Sko, Jón Helgason frændi minn, prófessor hann var í Hafnarfirði sem úlingur, hann fyrir í bíó líklega sko 1916 eða eitthvað svoleiðis og sagði þessu sögu og hann var í vegavinnuflokki eða kannski 1918 og það er uppskurður í myndinni hann sagði það leið yfir alla kallana í vegavinnuflokknum þeir lágu allir í öngvit í bíónu nema hann sjálfur hann hafði vita á einu Óttu minn, hafðu þetta í huga? Ég veit